Þá er komið að desemberleiðsögn eða stjörnuspá fyrir ljón. Nú, svo ég innbyrði aðeins á praktísku atriðunum. Þá eru mörg ljón til í heiminum og mörg þeirra á Íslandi. Ég get ómögulega að lesa fyrir ykkur öll í einu, en það sem ég geri er að í mínu hlaði þá fer ég inn á okkur ákveðna tíðni eða bylgjulengd, þar sem að einhver hluti af ykkur er líka búin að hópast inn á, þannig að þess vegna nær það kannski til fleira en eina. Ef að þér finnst lesturinn ekki passa við þig, það er að segja stjörnumerkið þitt, fæðingamerkið þitt, þá mæli ég alveg með því að kíkja á önnur merki úr stjörnukortinu. Sérstaklega þá tunglmerkið þitt, rísendamerkið þitt og eins líka ef það er eitthvað merki sem að endurtekur sig oft í stjörnukortinu, þá gæti það átt vel við þig. Við skulum ekki festa okkur í smáatriðum. Ég vinn í flæði og það eru ýmsir hlutir sem eru býsna sveigjanlegir og sérstaklega hlutir svona eins og aldur og kyn, nákvæma tímasetningar og staðsetningar, sambönd, samskipti, það er að segja hlutverk í samböndum og samskiptum og eins líka geta orðið speglanir, það er að segja ég er að tala um þig en það er kannski hin hliðin. Ef lesturinn á við þig að mestu leyti taktunum þá er lesturinn fyrir þig og þú hagræðir smáatriðunum innan skynsamlegra marka þannig að það eigi við þig. En við skulum danda okkur í þetta og við skulum byrjum á því að athuga hvað ljón ég er að lesa fyrir. Og við skulum fá uppákomur og áskoranir fyrir ljón. Skulum fá leiðsögn. Ég verð að viðurkenna, mér finnst ég vera að upplifa svo mikla svona kæti í ykkur ljónægjum núna. Svona tilhlökkun og spenna og meira svona jaðra við svona prakkaraskap ykkurum. Þetta er mjög notaleg, skemmtileg tilfinning. Takk fyrir, ég bara langar til að koma þessu frá mér. Það er mjög ánægilegt fyrir mig þegar þannig lendir. Við skulum fá niðurstöðu. Og það sem að ljónið veit ekki en hefði gott að fá aukna innsýninni vil ég fara hér neðst í stokkinn. Kæra ljón. Þú finnst mér á ákveðnum tímamótum sem að svona svolítið leyna á sér. Ég er ekki upplifað eins og að sé einhver stór atvik sem er að eiga sér í stað. Heldur meira bara svona, þú ert að finna svona allt í einu að fatta að einhverju erfiðleikar eða einhver fortíð eða eitthvað tráma skiptir því í rauninni ekki eins miklu máli og það gerði. Það hefur ekki nein áhrif á það lengur eða minni áhrif í það minnsta og svona pínu þú ert að koma sjálfur svolítið á óvart hvað það varðar. Mér finnst þess að þú sért að skera svolítið á eitruð sambönd og tengingar, samskipti svolítið bara svona á mjög ódramatískan hátt. Svona, já, bara einhvern veginn svona fjara út einhverju erfiðleikar eða eitruð samskipti eða eitthvað svoleiðis, eitthvað sem búið að hafa þið svolítið á tánum lengi en engu að síður þó að þetta sé óvenju lítið drama, það er enga bombur einhvern veginn, þá engu að síður finnst mér eins og að þú sért svona pínu viðkvæmur gagnvart þessu, svona pínu berskjölduð
upplifið sjálfa þig kannski svolítið svona beran, hráan, svona, já, varnarlausan á ákveðin hátt en á besta hátt mögulegan má segja. Af því fyrir vikið þá ertu miklu tilbúnir til þess að takast á við komandi tíma, þá eru þessi erfiðleikar ekki að trufla þig og í rauninni ef þú getur verið berskjaldaður gagnvart þessu svona núna þá bítur einhvern veginn ekkert á þér. Þú ert einhvern veginn búin að átta þig á því finnst mér að þú þarft ekki einhverja svaka brynju og svaka varnir og það þarf ekki allt þetta dót í kringu þig til þess að verja þig. Þú þarft ekki brynju þegar þú stendur með sjálfa þér, sjáðu til. Þegar þú ert sannur sjálfa þér og öruggur í þínu. Og þú ert, finnst mér í dag, verða alltaf miklu sjálfstæðari og sjálfsöruggari og farin að flæða miklu eðlilegar, flæða tilfinningarlega betur, sjálfstæðari og eins og ég sagði einhvern veginn svona, þú þarft ekki á neinum vopnum eða brynjum að halda lengur, þú veist miklu, þú ert að upplifa svona tilfinningu að þú sért nóg og það er gífurlega góð tilfinning. En á sama tíma eins og ég segi, það er ákveðin berskjaldun þannig að það er ekki skrítið þó að þú upplifir kannski mikið tilfinningum og jafnvel verður hræður auðvitað svolítið meir, stutt í tárin eitthvað svoleiðis og það er bara, það fylgir þessu bara, það er bara allt í góðu, það er bara ljúft. En við skulum skoða uppákomnar, áskoranir. Aftur kemur það er eins og sért að ljúka einhverjum sambandi eða slíta einhverjum samskiptum, mögulega mjög nánu sambandi eða dýnamísku sambandi sem er búið að hafa mjög mikil áhrif á líf þitt, hvort sem það er búið að vera yfir langan tíma eða stuttan tíma, en hins vegar eru búin að vera erfiðleikar, hvort sem að sambandinu sjálfu er að ljúka eða einfaldlega erfiðleikunum, þá er samt hér það verður aðeins áframhaldandi eitthvað svona pínustuð, sem sagt, það verða smá árekstrar áfram núna í desember og þá er svo mikilvægt fyrir þig að halda þér yfirvegum, halda svolítið í þessa tilfinningu sem þú ert búin að vera upplifa núna, halda í sjálfstæði þitt. Þú ert með talsverða yfirsýn yfir gangmála, ekki láta sannfæra þig að blekkja þig í að taka þessa vissu þína í burtu. Þú ert með ákveðna yfirsýn, þú ert með þína sýn á hlutunum líka og það er alveg jafn rétt eins og hvað annað í þessu máli finnst mér. Auðvitað innan skynsamlegra marka og það er mjög mikilvægt fyrir þig núna að standa mikið með sjálfu þér, þinni trú og meira segja í fáralegustu aðstæðum eða fáralegustu samskiptum að standa bara algjörlega með þér. Þú þarft ekki að vera með öskur og læti og íbukmakkan og allt þetta, en ef eitthvað er dragðuð þá frekar í hlé ef þú finnur og þú ert mjög stuðuð, ef þú finnur að þér er mikið ögrað og þér finnst stutt í að eitthvað svona missa kúlið eða eitthvað svona, dragðuð þá frekar í hlé. En á sama tíma þá held ég einhvern veginn að þú eigir eftir að koma sjálfum þér svolítið mikið á óvart með það að það sem að hefði áður fyrr stuðað þig þannig að þú missir kúlið eða auðvitað til að segja eitthvað vitlaust eða brestir í grát eða eitthvað svona, að það á ekki eftir að virka eins og það gerði áður. Þú ert eftir að koma sjálfum þér svolítið á óvart með það að þú stuðast ekki á sama hátt og þú gerðir. Af því að þú ert búin að vinna úr ykkur hjá þér, af því að þú ert búin að berskjalda þér svolítið gagnvart eigin skugga, eigin flótta og öllu því, þá er einhvern veginn fyrir vikið af því að þú ert miklu öruggari sjálfur þá er ekki hægt að stuða þig. En það eins og ég segi, það verða hérna
áframhaldandi svona smávera pikka og pota í gegnum þessi samskipta eða sambandsslit þetta sem þú ert að skera á sko. Þessi bönd sem þú ert að gera upp. Og við kíkjum á leiðsögnina eina. Þá verið að biðja þig að halda áfram í þessari vegferð sem þú ert í. Þú ert með mjög skýra stefnu og mikinn drifkraft á bakvið það. Og þetta leið í átt að jafnvægi. Þú ert búin að ná að halda góðu jafnvægi í einhvern tíma núna og ert á góðum stað í því. Og það verið að benda þér að halda því áfram að það verður alltaf meira og meira jafnvægi í þér þeim sem lengra sem þú vinnur áfram. Og eins líka þá, sko, það eitthvað sérstakur galdur í þér þessa dagana, eitthvað sem að þú nærða, eitthvað einstakt sem þú gerir, svona það eitthvað í puttunum á þér sem að þú gerir eitthvað á allt annan hátt en allir aðrir. Þannig að hvaða eitthvað iðn eða list eða það eitthvað sem þú gerir alveg á einstakann máta sem verið að benda þér á að leyfa þér svolítið að kafa betur í og njóta henni í. Þó að sko að vissuleyti sé það hálfgerð svona truflun eða sko til þess að dreifa huganum frá því sem búið að vera að gangi hérna í einkalífinu hjá þér eða í samböndum og samskiptum, hvernig sambandi sem það eru. Þá það bara allt í lagi því að þú nærð svo mikilvæg tilfinningalegri úrvinnslu í þessari grein sem þú ert í, þetta sem þú gerir, þetta sem þú galdrar fram og á sama tíma sko það gefa þér svo mikla orku og það gefa þér svo mikla ástríðu og spennu og keyrir svo mikið undir forvitniðinni og fróðleiksfýsina þína, námsfýsina, þú veist. Þú leyfðu þér þá að sökkva þér svolítið út í þetta sem þú gerir, hvað sem það er. Það færir þér svo mikið jafnvægi og það gefur þér svo mikið kraft og það svo mikil úrvinnsla fyrir þig í því. Þú veist, í staðinn fyrir að vera að sökkva sér í sko erfiðleikana. Þú ert eitthvað nefn finnst mér í eðliðinu meira þannig í staðinn fyrir að endilega kafi ofan í myrkrið sitt og vinna vandan út dýpinu og alls konar svona eins og við mörg gerum, þá ljónið sólarmerkið. Því stýrt af sólinni, það vill baða sig í ljósi og hlýju. Þannig að það fara ofan í dýpsta myrkrið sitt, það ferði oft bara mjög illa. Þannig að það þarf að fá að vinna tilfinningalega úrvinnslu upp á yfirborðinu. Og þá gerum við það oft á tíðum mjög vel í gegnum einhvern miðil, í gegnum eitthvað form, í gegnum einhverja list, eitthvað sem við erum með svolítið áþreifanlegt eða þú veist, með því að skapa hreinlega. Þið eru svolítið einstök að því leytinu til, elsku ljón. Ykkur fer best að hafa hlutina svolítið upp á yfirborðinu og sýnilega. Ykkur finnst gott að hafa hlutina sýnilega og vera sýnileg. Þannig að leyfðu þér að fara í þessa iðngrein eða list eða hvaða sköpun sem þetta sem að kalla til þín af því að þú nærð svo mikil úrvinnslu í gegnum það. Og sérstaklega þegar þetta eitthvað sem þú gerir kannski með öðrum eða í einhvers konar samstarfi með svona með svipaþengjandi fólki og þér, þá vinnur þú ofboðslega vel og þá nærðu svo góðum speglunum líka. Þú þarft hins vegar að passa að detta ekki inn í of mikla sjálfhverfu þegar þú ert að vinna með öðrum. Að speglun felst í því að sjá sjálfan sig í öðrum. Þetta snýst ekki bara að aðrir sjá þig. Þannig að passaðu þig aðalega á því þegar þú ert að vinna svona með öðrum og ert að spegla og ert að
ert svona að sjá, ok, þessi gerir svona og það er í samræmi við takta hjá mér og ég gerir svona, það er að samræmi. Þú veist, þegar þú dettur inn í þessu speglanir og sjálfsvinnina þar, passaði að verða ekki of sjálfhverf. Þér hættir það til og það kemur svolítið út frá því að þér finnst þú ljón, þér finnst gott að vera sýnilegur. Nú niðurstaðin, kæra ljón, er að með því að vinna svona, þá kemur sjálfsvinnaðin svolítið sjálfkrafa upp á yfirborðið. Eins og ég sagði, það er ljóninu ekki mjög eðlislegt að ætla að fara að kafa ofan í eitthvað myrkur til þess að sækja í sársaukann sinn og hreinsa þaðan. Hins vegar þá um leið og þetta er komið upp á yfirborðið þá vinnur ljónið vel úr hlutunum og það er verið svona að tósa hlutina upp á yfirborðið fyrir þig að vinna úr því og þetta eru mikið hlutum sem eru eitthvað sem nær kannski alveg inn í grunninn, inn í nánustu fjölskyldu, heimilið þitt. Það er svona ýmislegt sem að þú ert að fara að sjá betur og skilja betur. Yfirsýnin þín verður miklu öflugri og innsæðið þitt. Það verður miklu meiri stöðuleiki og þú nærð að takast á við hlutina á miklu svona staðfastari, stöðugri, skýrari máta heldur nokkuð tíman áður. Og hreinlega finnst mér sko sérstaklega bara innan þessara 4 veggi sem er heimilið þitt. Það verður allt miklu svona stabílara og skýrara. Yfirsýnin þín öll miklu skýrari. Hins vegar þá máttu ekki gleyma að þú ert manneskja og þú átt þína djöfla líka, gömul mynstur sem að hafa ekki þjónað vel, bara eins og við öll. Og þó þú farir í mikla tilfinningalega úrvinnslu og vinnur úr einhverjum hlutum, ekki gleyma að þessi mynstur eru þannig af einhver ástæðu til að byrja með og þú þarft að vera vakandi fyrir þeim lengi. Þú veist, í talsverðan tíma. Það tekur langan tíma að venja sig af svona hlutum, sama hvað það er. Þannig að ekki halda að þú sért allt í einu bara læknaður af einhverjum gamlum mynstrum og hegðun sem að er mögulega búin að skemma aðeins fyrir þér gennum tíðina. En mundu líka að sama hvað það er, sama hvað þetta munstur er eða hvaða þægindar þú ert búin að setja fastur í lengri tíma, hvort þetta sé hegðun eða gjörð eða eitthvað, það hefur aðeins það vald yfir þér sem þú gefur því. Það er að segja, þú veist, ef það er einhver hegðun sem að þú átt að til að endurtaka eða eitthvað mynstur sem þú hefur setið fastur í, þá er það samt alltaf þú sem stjórnar. Það er alltaf þú sem getur valið, það er alltaf þú sem getur valið og hafnað. Ekki benda og segja þetta mynstur sem að ég ræð ekki við. Þú ræður alveg við það, það er bara miserfitt að stíga út úr því. Og eins og ég segið, þetta hefur bara það valdið yfir því sem þú veitir því, sem þú gefur því. Það hefur ekkert verið tekið frá þér þar. En það sem þú veist ekki, kæra ljón, er að í fyrsta lagi þú ert náttúrulega algjör snillingur. Og þetta sem að þú gerir, sem við vorum að tala um þessi þín, er eitthvað alveg dýrmætt. Ég held að þú áttir þig ekki á því hvað þú hefur einstakt touch á þetta sem þú gerir. Nei, þú hefur ekki hugmynd það, finnst mér. En að það er alltaf eitthvað, mér finnst eins og til að fara stundu svolítið blind í sjóinn, en það er líka þetta, þú veist, að því að þú fylgir svo mikið þínum eigin takti, þínum eigin galdri, innsæi og hjartatilfinningu. Og það er það sem skiptir svo miklu máli í því sem þú gerir, að þess vegna sem að þú ert svona ofboðslega mikill snillingur í því sem þú gerir. Þú mætir því alltaf með svo mikilli alúð og ástríðu, sko, þú veist, og eigin takti, eigin hugsun, sko. Þetta er eitthvað neginn, þú nærða
þú veist, þó að uppskriftin segja eitt, þá finnur alltaf bara svona, nei, ég vil gera þetta svona. Og þá það alltaf svo rétt. Þú þarft einhvern veginn aldrei að efast sjálfa þig, sko, ef þú ert að gera þetta út frá hjartanum þínu og maganum þínum, þá verður það svo dásamlegt, alveg ljúffengt, af því að þú ert snillingur í því sem þú ert að gera, sama hvað það er. Þú hefur eitthvað einstakt lag á hlutunum sem að ekki útskýranlegt endilega, sem að ekki, veist, það ekki enga sannana fyrir því af hverju nema bara af reynslunni, þú veist, af niðurstöðunum sem þú hefur náð fram. Þú hefur engin rök á bakvið endilega hlutina, þú veist, af hverju þú gerir hlutina eins og þú gerir, en þú hefur bara eitthvað svo einstakt lag á þessu og það yndislegt og dásalegt. Og ég vil fá smá meiri einsýn hér. Sko, þannig að þrátt fyrir að þú ert að loka einhverjum aðstæðum eða svona, klára einhverja erfiðleika eins og við tölum upphafi, þá ertu samt líka jafnframt því þá eitthvað splunkunýtt verkefni, eitthvað tækifæri að bjóðast þér og það einmitt þetta sem ég búin að hamra svolítið á. Þetta einstaka dót sem þú gerir, það eitthvað nýtt tækifæri þar fyrir þig sem að ég get ekki sagt annað en bara go for it. En það allavega, þú ert að starta einhverju nýju projekti sem að dásalegt að heyra. Svo var hér búið að tala í áskorunum þínum að já, það eru erfiðleikar í sambandi eða samskiptum og búið að vera, þú veist, og það mun halda áfram eitthvað aðeins lengur, en þú verður að standa svo mikið með þínu innsæi og yfirsýn, ekki láta grafa undan þinni skoðun, þinni trú. Og vertu bara mjög sjálfstæð með þínu, leitaðu djúpt inn á við þar. Ekki láta ná þér sko sofandi á verðinum, af því að eins og ég segi þá aðeins verið að reyna að stuða þig. Og þú þarft að standa svo fast á þínu hér. Þannig að þú þarft svolítið að þetta verður tíma, þú veist, verður í smástundi viðbót svona pínu djögl, svona pínu vegasalt. Og þú þarft svolítið að vera að passa að sofna ekki á verðinum, af því að ef það í þessum aðstæðum einhverjum tekst að grafa undan þér, þá það svolítið harkalegt sem þú dettur, sko. Það svolítið hátt fall, sko. Þannig að þú þarft alveg að vera svolítið vel vakandi fyrir því að standa með sjálfur í þessum samskiptum eða sambandi, þessum erfiðleikum, hvað það nú er. Þú voru búin að tala hérna leiðsöguna þína að þú ert á einhverju dásamlegri stefnu í átt að miklu jafnvægi og þú vinnur svo vel í gegnum þína iðn, þína listgrein, hvað það nú er, og sérstaklega þá með öðru fólki, þú þarf bara að passa að þetta ekki of djúpt í sjálfhverfuna þína. En þetta sko, og þarna finnst mér ennþá verið að tala um þetta verkefni sem að bjóðast þér. Því fylgir mikil úrvinnsla, því fylgir mikil auður, það þarf ekki endilega að þýða peningar, en hins vegar, sko, mikil lærdómur, mikið skilaboðum, tengslamyndun og góðum samskiptum og svona friðsælum samskiptum. Og eins og ég segi líka mikill auður, það að segja mikil ávöxtun og gróði. Það þarf ekki endilega að þýða bókstaflega
peningar. Við skulum halda okkur þar samt. Svo tala hérna niðurstöðuna. Það að verða breytingar sem að sko, þessi úrvinnsla mun skila miklum árangri sérstaklega inn á heimilið þitt. Af því að það verður meiri stöðuleiki bara innan heimilisins almennt. Það verður miklu svona skýrar og rökréttar tekið á hlutunum og þín yfirsýn og innsæi verður miklu öflugri hvað varðar þína hagi. Það verður hér aftur mikill vöxtur, mikill þroski, góð gróska og tilfinningaleg endurnýjun fyrir þig sem mjög gott. Það sem þú veist ekki já, þú ert að fara í verkefni þar sem að það verður, þér verður alveg augrað, þú fara alveg nóg að gera en þú fara að vera svo mikið í þínu essi, í orkunni. Hér ljónsmerkið og hér ferðu inn í þína dýnamísku karlorku sem mjög drífandi og gerandi. Þannig að þú hefur alveg innistæði fyrir að sökkva þér svolítið inn í svona verkefni og einmitt ná í sko mikinn sigur úr því þú getur gert svo ótrúlega gott úr þessu aftur. Hér sigurinn og aftur kemur ljónið. Einu sem þú þarft þá kannski að passa að fara ekki í kvíða, ekki þá óheilbrigðan og sáran kvíða eins og okkur hættir stundum til. Meni já, ok, auðvitað, ég meina þó svo að þú sökkur í eitthvað verkefni sem rosalega gott fyrir þig, það ekki þar með sagt að erfiðleikinn bara hverfi, en hins vegar þá þarftu svolítið að passa að gleyma þér ekki í kvíðanum. Þar kemur svolítið sjálfhverfan inn líka og halda þér sko, það svo mikilvægt fyrir þig að standa með sjálfu þér. Standa með sjálfu þér og huga að þér. Huga að þér. Ég ætla að taka þessa leið svona saman og ljúka á einu spili og Mystical Shaman Oracle-stokkinum. Þú fékkst reynda 2. Og þú farð hér fyrsta spili úr stokkinum sem The Ancient Ones. Það segja forverar okkar, fyrstu sjamanarnir sem eru uppruna sjamanarnir sem í rauninni sigruðust á dauðanum og sigruðust á böndum tímans og dauðleikans, voru eitt sinn manneskjur og holdi og blóði eins og við, en eru núna orðnir að óendanlegum ráðgjöfum og þeir koma til okkar til að hjálpa okkur að upplifa og uppgötva okkar sanna sjálf, okkar æðra sjálf. Þeir eru miklu leiðbeinendur, og ef þú tekur á móti boðunum þeirra, þá fylgir því mikill kraftur og margar blessanir sem að koma þá inn í lífið þitt og aðstoða við að skapa þér ný örlög og nýja hringrás fyrir þig. Og þeir minna þig á að hér ekki rétti tíminn til þess að vera hógvær, ekki hika við að vera djarfur eða djörf og taka á þig verkefni sem eru stærri en þú heldur á ráður við. Af því að þú hefur miklu meiri kraft í þér en þú gerir grein fyrir. Nú hitt spilið sem þú fékkst Eagle, örninn. Í sögum sjamananna þá örninn táknmynd austursins og rísandi sólar, og eins og ég sagði, ljónið náttúrulega sólarmerkið, stýrist á sólinni,
Þannig að sólin táknmynd og örninn þar með. Rísandi sól táknmynd nýs upphafs og yfirsýnar, af því að örninn, rétt eins og sólin, rísandi sól, rís upp á himininn og fær yfirsýn og sér meira að segja minnstu smáatriðin með þvílíkum skýrleika og nær að gera það án þess að missa sýn á heildarmyndinni. Örninn kemur með líf þitt til að benda þér á að stíga skref aftur á bak til þess að ná svolítið betra sjónarhorni, til þess að sjá heildarmyndina þannig að þú getur flogið svo áfram með skýrari mynd. Þannig að ef þú ert svolítið sannari sjálfur, og þetta svona, ef við tökum svolítið heima saman líka þetta með að þú þarft að standa svo mikið með sjálfum þessa dagana, þarft að vera mjög skýr á þínu, að það er svo mikilvægt að vera ekki að hleypa hverjum sem of nálægt þér og sérstaklega erfiðleikum annarra of nálægt þér. Vera svolítið sterkur í þínu sanna sjálfi og leyfa þér að vera í smá fjarlægð frá hlutunum, fylgjast með og fjarska til þess að viðhalda yfirsýninni. Þegar annars hættir til að taka hlutum á persónulega og ef þú innvíxlast djúpt inn í málin þá er svo erfitt að slíta sig frá því aftur. Þannig að vertu svolítið góð við sjálfa þig, vertu sann við sjálfa þér. Farðu vel með þig, fyrst og fremst. Leyfðu þér að vera pínulítið eigingjarn af og til. En þá er þessari leiðsögn lokið og ég vona að skilaboðin skili sér sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Ég vona að þau gagnist og komi til góðs og þá segi ég bara takk fyrir áheyrnina og þar til næst.